Gosstöðvarnar í Geldingadal laða enn að margmenni og stríður straumur fólks hefur legið þangað í allan dag. Lögregla lokaði síðdegis hluta svæðisins af ótta við að hraun tæki að renna í nýjar áttir. Mörgum brá í brún þegar hluti af gígbarminum hrundi miðjan dag og ný hrauntunga myndaðist í áttina að mannfjöldanum sem sat og fylgdist með sjónarspilinu. Lögreglan segir langflesta hafa verið til fyrirmyndar við gosstöðvarnar með örfáum undantekningum. Í ljós hefur komið að glóandi heitt hraunið hentar vel fyrir myndavélarnar en síður til eldunar. Forseti Íslands vill að fólk gæti sín betur við gosstöðvarnar. Hann segir eldsumbrotin ógleymanleg og söguleg. Gert er ráð fyrir að veður við gosstöðvarnar fari hratt versnandi í kvöld og í nótt og almannavarnir ráða fólki gegn því að fara að gossinu. Það kólnar bæði og hvessir mjög með hellirigningu og síðar éljum. Gott kvöld. Fólk hefur í allan dag þyrst að gosstöðvunum í Geldingadal á Reykjanesskaga þar sem enn gýs á svipuðum krafti og í gærmorgun. Lögregla lokaði síðdegis svæðinu suður af megin gígnum vegna þess að mögulega gæti hrunið úr gígbarminum og hraunrennsli breyst skyndilega. Það varð einmitt raunin á þriðja tímanum í dag þegar hluti af gígbarminum suðvestanverðum gaf sig og ný hrauntunga myndaðist eins og sést á þessum myndum úr vefmyndavél okkar. Brekkan suðaustan við gíginn var þá þéttsetin og margir hrukku við þegar logandi hraunið rann skyndilega í átt til þeirra. Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður okkar, var á staðnum og náði myndum andartaki eftir að rof kom í gígbarminn. Okkur voru rétt í þessu að berast nýjar myndir af því þegar gígbarmurinn gaf sig í dag og við skulum líta á þær. Já, og á Suðurstrandarvegi er Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður. Magnús Geir, streymir fólk enn á staðinn? Það er allavega mjög mikil umferð hérna Suðurstrandarveginn. Megnið af umferðinni liggur frá Guðstofunum, en þó, það er töluvert mikið af fólki að leggja af stað núna upp að þeim. Ég og Freyr Arnarsson erum tiltölulega nýkomnir þaðan og við skulum sjá hvernig stemningi var, því það var alltaf hægt að orða þetta öðruvísi en að það hafi verið stemning, það var svona hátíðastemning. Eldgosið við Fagradalsfjall hefur verið kallað túristagos og ætli það sé ekki nokkuð nærri lagi. Það er erfitt að ímynda sér hvernig aðstæður væru við gosstöðvarnar ef ekki væri fyrir heimsfaraldurinn. Fjöldi fólks á svæðinu í dag skipti þúsundum. Flestir löbbuðu en margir fóru langleiðina á reiðhjóli, sumir tóku rafskútuna sína og fjallahjólaeigendur gripu tækifærið og hjóluðu alla leið. Það má eiginlega líka stemningunni hérna við sólríkan sumardag á Laugaveginum. Svona er þetta búið að vera síðan snemma í morgun og verður líklega starfandi degi. Já, við náttúrulega gerum ráð fyrir því að það kæmi mikið fólk hingað. En já, ég veit ekki, kannski ekki alveg svona margir. Hann segir daginn hafa gengið vonum framar og langflestir hafi hagað sér vel. Það er svona einn og einn að reyna að stíga upp á hraunið þess að harnað og það er kannski aðeins og nálægt hrauninu. Og fólk í flestum tilvikum að gera sér grein fyrir þeirri hættu sem staðar að renna til hrauni? Já, okkur finnst það svona, það að stæðstum hluta. Þetta náttúrulega kemur eitt og eitt tilfelli upp. Hvað segir, er þetta beikonið þitt sem er að fara til hraun? Já, þetta er beikonið mitt, heldur betur að skemmast. Ég ætla að mata strákunni eftir þessa erfiðu göngu og bara, það virðist bara að vera að skemmast. Þú með eitthvað varaplan, eitthvað meira með þér? Nei, þetta var bara einu byrjunar, þannig að samlokur og vatn í restina. Gaman að upplifa þetta. Er þetta eitthvað sem þið byggust við? Nei. Við hverju byggust þið? Eitthvað aðeins minna. Þetta er bara upplifun að vera svona nálægt, hitinn og allt þetta, þetta er fyrst skipti á minni ævi sem ég sé svona eldgos. Tilfinningin er bara orka, hún er bara algjör orka. Það er rosalega flott að vera hérna og líka bara ef maður gefur sér svona smá tíma til að hlusta og finna drunurnar sem maður er hérna, þetta er alveg æðislegt. Eins og sjá, þá stendur fólk hérna ansi nærri hrauninu. Hraunið kemur alltaf nær og nær og hérna ekki langt frá var fólk að príla beilinnis upp á nýstoknuðu hrauninu. Þær hafa verið nokkrar sjálfsmyndirnar teknar í dag og líklega hafa margir drónaeigendur gripið tækifæri til að ná einstökum myndum, sama hvað það kostar. Björgunarsveitir þurftu á tímabili að reka fólk frá hrauninu og innan almúgan leyndist einn og einn vísindamaður að sinna störfum sínum. Við erum að mæla bara
svona áberandi merki eða náttúrulega merki á staðnum sem við notum síðan til þess að rétta hæðalíkun. Þið haldið bara áfram að mæla hérna næstu dag og... Já, náttúrulega við gerum það og mynda og notum síðan myndirna til þess að búa til nýlíkun. Þá höfum við bara atburðarásina alla skráða. Já, þrátt fyrir þennan mikla mannfjölda þá hefur þetta nú gengið nokkurn veginn stórafallalaust fyrir sig. Hann er þetta hjá mér í aðgerðisstjórn, Steinar Þór Kristinsson. Steinar, það þurfti samt að loka ákveðnu svæði. Var fólk að leggja sig í hættu? Já, það er þarna hryggur sem liggur svona á milli hrauntungana og menn hafði áhyggjur af honum og jafnvel að fólk gæti fara að lokast inni, þannig að það var ákveðið að rýma þennan hrygg bara og reyna að halda honum bara mannlausum. Já, komið einhvern veginn greina, haldið að myndi bæta að bara hreinlega loka svæðinu fyrir fólki? Ég er búin að svara þessari spurningu nokkuð oft. Nei, veistu, það er bara, ég held að það sé ekki í boði. Fólk færi þá aðra leiðir, færi framhjá og þá bara, þú veist, þá eru búin að missa alla stjórn á þessu. Fólk er komið undir radarinn og myndi veigra sig við að kalla til aðstoð eitthvað væri í ótta við lögreglumál. Já, hafið þið þurft að sinna einhverjum útköllum í dag? Ekki beint útköllum, það hefur verið smá óhöpp og fólk hefur með einhver smá álagsmeðsli og þreytumeðsli en ekkert alvarlegt. Það er svona frekar slæmspá og töluverður fjöldi fólks að leggja af stað á svæðið. Hafið þið áhyggjur af því? Já, við höfum áhyggjur af kvöldinu og þegar að fer að dimma með allan að fjölda. Fólk er misvel búið og því miður eru bara sumir mjög vandbúnir. Eru þið með aukinn viðbúnað? Já, við erum að bæta þessi viðbúnaðinn. Takk fyrir það, Steinar, og við látum þessu lokið hérna á Suðurstrandarvegi í bili. Takk fyrir þetta, Magnús Geir, og hingað til mín er komin Björn Oddsson, jarðfræðingur hjá Almannavörnum, velkominn. Við höfum töluvert verið að fjalla og náttúrulega séð myndir af öllu þessu fólki sem er þarna við hættulegar aðstæður. Þú fórst, og þetta fólk er að fara mjög nærri hrauninu sjálfu, þú fórst þarna á svæðið í dag. Hvernig blasti þetta við þér? Svona heilt yfir, bara ágætlega, en það var þarna svæðið, það er hóll undir gígunum á milli hrauntungana. Það sem er kannski allra hættulegasta svæðið vegna þess að það gæti opnast önnur gossprunga þarna í stefnunni eða þá að gígurinn gæti hrunið og meðan ég var þarna í hádeginu þá stóð fólk alveg undir gígnum og var að fara þetta svæði en upp frá því að þá var fólk beðið að yfirgefa þetta svæði áður en formleg tilkynning var send út síðar í dag og svo sáum við náttúrulega á myndum hjá ykkur áðan að gígbarmurinn brast. Og kannski ekki mikið en hann gæti brostið meira heldur en varð. Já, þetta er náttúrulega stór hættulegar aðstæður og það er svona, maður sér það að þó kannski flestir reyna að sýna einhver aðgátt, þá eru samt ansi margir komnir þarna mjög nálægt náttúruöflum sem að geta breyst og bara hreinlega ráðist á þá sem eru þarna nálægt bara í rauninni með engum fyrirvara. Algjörlega, og þetta er mjög góður staður fyrir eldgos. Þetta er svona eins og rómverskt hringleikahús og þú getur horft á þetta og fylgst með þessu með góðu öryggi þarna upp í hlíðunum og það er best að fólk reynir bara að gera það, nálgast þetta af virðingu og fylgist með úr fjarlægð. Já. Við erum búin að sjá myndir af gígbarmurinn þarna rofna og hrauninu flæða, þannig að það eru hvað ég var að segja, þetta eru mjög ólíkar þessar hættur. Þetta getur tekið á sig ýmsar myndir. Það getur gert það og nú erum við að horfa svona á hætturna sem eru bara næst gosstöðunum slíkum en síðan ályktaði líka vísindaráð í gær að það er eitt sem gæti gerst er að þessi stóri gangur sem að liggur náttúrulega undir miklu stærra svæði heldur en Geldingadal að við gætum átt vona að goss brjótist fram á öðrum stöðum utan þessa dals og þá þurfum við náttúrulega að endurmeta líka áhættuna sem við og þar gæti náttúrulega verið fólk á ferð þegar aðdráttaraflið er svona mikið. Þar gæti orðið fólk á ferð og náttúrulega því meira fólk sem er á svæðinu og ég náttúrulega bara fagna því að vel búnir göngumenn fari og skoða þetta gos því þetta er alveg einstak og örugg leið til að sjá svona gos ekki upp á miðju hálendinu og nálægt okkur. Að því fleira fólk sem á svæðinu því meiri náttúrulega áhætta er að einhver verði úti eða misstígi sig eða lendi í rauninni hættum tengdum hrauninu. Þannig að þetta er náttúrulega bara áraun á allt viðbragðskerfið sem sýnist vera að taka þessu nokkuð vel. Og kannski bara lukka að ekki hefur farið verr enn sem komið er. Já, en eins og ég segi mína kollega, mesta hættan er að ef fólk fer vanbúið af stað og lendir í vondum veðrum eða villist,
það er kannski augnablikinu mesta hættan og svo ef að fólk fer óvarlega í kringum eldgosið sjálft. Björn, þú ætlar aðeins að hingra hérna hjá okkur því við ætlum að næst að fara í svona atburði gærkvöldsins. Það eru þessi fjöldi, mörg hundruð manns lögðu leið sína á gosstöðunum í gærkvöldið mitt til þess að sjá náttúruöflin að verki í sínu dramatískasta. Þó gosið sé lítið í vísindalegu tilliti er það nokkuð stórbrotið fyrir augun og myndavélarnar. Það var magnað, sjónarspilið við Fagradalsfjall sem tók á móti Tryggva Aðalbjörnssyni fréttamanni og Rúnari Inga Garðarssyni myndatökumanni í gærkvöldi. Það er ekki erfitt að dáleiðast af skærglóandi hrauninu sem flæðir óhindrað upp úr gígnum í Geldingadal og myndar skínandi árfarvegi, læki og æðar í hrópandi mótsögn við hrjóstrugt umhverfið. Gígurinn tekur sífelldum breytingum, opnast og lokast á víxl eftir því sem hraunið storknar en flæðið finnur sér sífellt nýja farvegi. Töluvert fjölmenni var við gosstöðvarnar og greinilegt að löng og erfið ganga í myrkri og leiðindaveðri er ekki nóg til að aftra fólki frá því að sjá móður náttúru í essinu sínu. Þetta er frábært. Þetta er alveg frábært. Það er alveg stórkostlegt að fylgjast með þessu sko. Flestir héldu góðri fjarlægð frá glóandi hrauninu og það myndaðist hálfgerð hátíðarstemning kennd við Herjólfsdalinn í brekkunni ofan gossins. Sumir létu það þó ekki nægja og hættu sér ansi nálagt sjálfum gígnum. Eldfjöllin á Reykjanesskaganum hafa legið þögul í nærri 800 ár og því skulum við gefa nýfæddu Geldingadalsgosinu orðið. Þetta er sannarlega sjónarspil, Björn, og hvernig myndirðu lýsa stöðunni núna á gosinu? Já, svona með sjónmati að þá virtist vera svipað hraunleiðsli í dag og í gær og það er algengast að svona eldgos vari kannski nokkra daga eða vikur, þannig að við erum svo bara að sjá hverju framvindur. Ef þetta verða nokkrar vikur þá er jafnvel verið talað að dalurinn muni fyllast af hrauni og það myndist einhvers konar hrauntjörn. Er það líklegt? Það getur gerst og eins og við sjáum reyndar að hrauntungurnar fara í mismunandi áttir en það getur líka gerst að hrauntungan fari til austurs og nú er komin gígur til vesturs og náu svo þar út úr dalnum. Við erum með í loftinu núna myndir í beinni útsetningur frá hraunrennslinu. Herðu, þá ætlum við að slá botnin í þetta spjall. Kæra þakki fyrir komuna, Björn Oddsson. Takk hérlega fyrir. Við höldum áfram að flytja ykkur fréttir af eldgosinu því vísindamenn frá ýmsum stofnunum og háskólum hafa farið af gosstöðvunum í Geldingadal og sótt sýni úr gasinu sem kemur upp með kvikunni. Gosefnin eru frekar dæmigert íslenskt basalt. Glóandi hraunið og eldspýjurnar úr Geldingadölum eru auðvitað það tilkomumikla sem flestir fara að sjá. En það er margt annað og ósýnilegra sem kemur upp. Það koma upp kvikugös eins og fólk hefur kannski séð í sjónvarpinu. Magnið af gasi fer eftir hvað mikil kvika kemur upp á yfirborðið, hvað gosið er stórt. Þetta er lítið gos og þar af leiðandi lítið magn af gasi. Sýni hafa verið tekin við gosstöðvarnar umhverfis þær og úr mekkinum sem rís 1 til 3 kílómetra til himins. Og í mekkinum má finna gasið. Já, það eru gösin. Og fyrst er það vatnið yfirleitt efst, það er bara svona eins og dæmigert ský, svona hvítt skýjalitaður, svo undir því er oft svona bláleitur litur, það er sem sagt brennisteinsdíoxíðið, en koldíoxíðið það og stundum svolítið kolmónoxíð sem er líka þarna, það berst frekar í lægðir, það er þyngra en loft og leitar svona í lægðir og dalbotna. Það eru gastegundirnar sem varað hefur verið við. Þeir sem hætta sér nálægt gosstöðunum þurfa að fara sérstaklega varlega og fylgjast með aðstæðum sem geta breyst hratt. Það er eitthvað sem að fólk þarf að varast sem að er á gossstað, að kannski ekki að vera liggja á jörðinni eða sitja á jörðinni og frekar að standa uppréttur og svo ekki að labba í kannski þessar lægðir sem eru þarna næst. Og er eitthvað sérstakt og eitthvað öðruvísi við þetta goss heldur en önnur goss sem þið hafið verið að rannsaka og skoða? Nei, þetta er í raun og veru bara mjög keimlíkt því sem að var til dæmis í Holuhrauni, hvað var að gassamsetningu og mjög keimlíkt því sem að hefur gosið áður á Reykjanesskaganum. Þetta er svona dæmigert það sem við köllum íslenskt basalt. Forseti Íslands flaug með þyrlu Landhelgisgæslunnar að gosstöðvunum í dag. Hann segir eldsumbrotin ógleymanleg og söguleg og hvetur til varkárni.
Þetta fyrsta gosið í minni forsetatíð, þannig að ég vil ég segja, fullur tilhlökkunar. Með í för voru sérfræðingar sem upplýstu Guðna stöðuna á gosstöðvunum fyrir förina. Hætturnar gagnvart mannvirkjum, akkurat eins og þetta núna, eru engar. Þannig að þetta bara spennandi að sjá hvernig þetta þróast. Föruneytið mátti engan tíma missa og því var lagt af stað leið og allt var til reiðu. Herðu, þetta var stutti. Svo ferði þetta með heim á eftir. Frábært. Það tók einungis korter að fljúga frá skýli Landhelgisgæslunnar á Góstað. Fljótlega blasti sjónarspilið við. Það ógleymanleg sjón að sjá þessi eldsumbrot og þetta eldgos afar lítið, óttalegur ræfill, segja jarðfræðingarnir. Samt ægivald náttúrunnar hérna blasir við okkur. Guðni segir að fólk þurfa að gæta sín betur í návígi við jarðeldinn. Og hvenær sem er, gæti opna sprunga þarna. Þannig að sömuleiðis gígurinn, þetta þannig að veggir hans geta hrunið hvenær sem er og þá verða mikil læti. En að vera hér í öruggri fjarlægð og fylgjast með ætti nú að duga flestum, myndi ég ætla. Forsetinn hélt sig í hæfilegri fjarlægð þegar hann fylgdist með gosinu og það gerðu fleiri. Bara magnað sko. Eiginlega fátt það annað að segja, þetta bara spennandi. Þetta eiginlega bara óraunverulegt. Hafið ekkert áhyggjur af því að vera of nálægt? Svona ekki að við erum hér, en það nú kannski spurning hvernig maður komið hérna mikið neðan, hvort að það sé frábært. En það haldið sig ekki hérna. It's amazing. It's feeling more and more the valley. The lava goes everywhere, and after a while some cracks happen, and magma flows again. It's wonderful, and it's really, really warm. When you get really close, you can just be in t-shirt. It's crazy. And are you properly dressed? Yeah, I have all my jacket and my sweater down, but I just wanted to go up to have another view of this chimney. And is this the first time you see a volcano? Yeah, first time in my life, maybe the last time, so I have to enjoy it. It's crazy. Já, það svalt að vera í stuttunarból. Birta Líf, þú ætlar að koma að tala veðri því það getur skipt mjög miklu máli og sérstaklega við horfum á þetta svæði í kvöld, þá eru breytingar í vændum. Já, það bæta í vindi núna í kvöld og í nótt, þá sjáum á kortinu, þá nú útlit fyrir að verði sunnan 17-18 metrar á sekundu og hellir rigning þarna. Þannig að það má segja að sé ekki tjaldveður og það ekki vænlegt, ég myndi ekki ákjósanlegt að vera að ganga í marga klukkutíma í þessu út á skaganum. Þetta nefnilega dálítið löng ganga og sumir hafa verið að jafnvel að væflast þarna í ansi marga klukkutíma, ekki kannski nógu vel búnir og þegar veður versnar þá eins og almannavarnir núna beinlínis að vara við því að fólk fari þarna í kvöld, það getur bara beinlínis verið hættulegt. En alveg einmitt óháð eldgosinu, þá væri þetta ekkert veðri sem hún væri að fara inn á þetta svæði eða bara almennt upp á fjöll? Nei, ég held að fjallgöngufólk myndi líta þetta veður og myndi þá staldra aðeins við og bíða. En síðan á eftir þessu sunnan hvassviðri og rigningu þá að kólna snögglega og það seint í nótt, þá þetta breytast yfir í slyddu og síðan í snjókomu og á morgun þarf að horfa á suðvestan hvassviðri, jafnvel að slá í storm á einhverjum stöðum á sunnan og vestanverðu landinu, augljóslega það á Reykjanesinu og éljagangur með þessu. Þannig að það ekki ákjósanlegt veður á morgun til þess að fara að gosstöðunum, en ef fólk alveg í spreng og vill fara bara sem fyrst, þá þriðjudagurinn miklu betri strax. Það hægari vindur, úrkomu minna og jafnvel að það dragi það mikið úr vindinum að gasi fara að hafa einhver áhrif af því að það byrjar að safnast í dalina þegar það mjög hægur vindur eða logn. Þannig að þeir sem hyggja kannski þriðjudaginn þeir fara að skoða það aðeins. Og hvernig við horfum örlítið lengra næstu daga þar á eftir? Þar á eftir það eru suðlægar áttir hjá okkur og það einhver snjókoma á þessu svæði og hitastigið ekki mikið yfir frostmarki. Þannig að það svona skaplegt veður eftir morgundaginn. Já. Þannig að það eru fleiri tækifæri. Einmitt. Höldum okkur heima í kvöld og á morgun og sjáum svo til á þriðjudaginn. Kæra þakki fyrir komuna, Birta Líf. Takk fyrir.
Þá ætlum við að snúa okkur örstutt að öðrum fréttum því enginn greindist með kórónuveiruna í gær innanlands en einn greindist á föstudag. Sá var í sóttkví við greiningu. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, segir í samtali við fréttastofu í dag að nokkrir hafi greinst við landamærin helgina án þess að tilgreina það nánar. Ekki er haldið utan þá skráningu eða tölur smit uppfærðar á covid.is helgar. 4 hafa greinst með veiruna síðustu vikuna, þar af hefur helmingur verið í sóttkví. Út í heim miklar rigningar í nýju suður Wales í Ástralíu hafa leitt af sér verstu flóð þar í áratugi. Þúsundir íbúa í Sydney hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ríkisstjóri nýja suður Wales segir slíkt aðeins gerast á 100 ára fresti. Rigningametin fóru að falla á austurströnd Ástralíu í gær. Úrkoman í nágrenni Sydney var 200 millimetrar á sólarhring. Afleiðingarnar voru gríðarlegar. Well, it came up overnight. So when we went to bed last night, this was all green paddock. And when we woke up this morning, we had a lake. Þetta hús í Taree fór af stað í heilu lagi í vatnsflumnum. Eigendurnir voru ekki heima þar sem brúðkaup þeirra var fyrirhugað helgina. Innviðir voru líka víða laskaðir. Þar sem áður voru vegir fór fólkum á þotuskíðum og að einhverjir hafi reynt að nota reiðhjólastígana áfram sem slíka. Margir vegir lokuðust og þótti sumstaðar ástæða til að taka sérstaklega fram hvers vegna. Í Sydney þurfti að flytja þúsundir manna á brott í dag, einkum þá sem búa í úthverfum og nálægt sjávarmáli. Þar flæddi yfir Warragamba-stífluna en hún sér stórum hluta íbúa Sydney fyrir drykkjarvatni. Björgunarfólk sinnti 1000 útköllum og bjargaði 100 manns sem höfðu orðið innlyksa í flóðinu. Regrettably, parts of the mid-north coast are experiencing a 1-in-100-year event, and whilst we don't think things will worsen on the mid-north coast, definitely conditions will continue. Það er nefnilega ekkert lát á rigningunni samkvæmt veðurspám og er ekki búist við að það stytti upp að ráði fyrir á fimmtudag eða föstudag. Og þá ætlum við að renna yfir það sem er helst í íþróttapakka kvöldsins sem Einar Örn Jónsson sér um. Gylfi Þór Sigurðsson verður ekki með íslenska karlalandsliðinu í fótbolta í leikjunum 3 sem framundan eru í undankeppni HM 2022. Hlynur Andrésson stórbætti Íslandsmet karla í maraþonhlaupi í dag þegar hann þreytti frumraun sína í greininni. Hann er nú handhafi 7 Íslandsmeta í hlaupum. Og kvennalandsliðið handbolta lék í dag lokaleik sinn í forkeppni HM. Sæti í umspili var í boði með sigri gegn Litháen. Þetta, skíði, dans, liftingar og margt fleira hér handan hornsins. Og það var helst í þessum fréttatíma að gosstöðvarnar í Geldingadal laða enn að margmenni og stríðustraumur fólks hefur legið þangað í allan dag. Lögregla lokaði síðdegis hluta svæðisins af ótta við að hraun renna í nýjar áttir. Mörgum brá í brún þegar hluti af gígbarminum hrundu miðjan dag og ný hrauntunga myndaðist í áttina að mannfjöldanum sem satt og fylgdist með sjónarspilinu. Lögregla segir langflesta hafa verið til fyrirmyndar við gosstöðvarnar með örfáum undantekningum. Í ljós hefur komið að glóandi heitt hraunið hentar vel fyrir myndavélarnar en síður til eldunar. Forseti Íslands vill að fólk gæti sín betur við gosstöðvarnar. Hann segir eldsumbrotin ógleymanleg og söguleg. Gert er ráð fyrir að veður við gosstöðvarnar fari hratt versnandi í kvöld og í nótt og almannavarnir ráða fólki gegn því að fara að gosinu. Það kólnar bæði og hvessir mjög með helli rigningu og síðar élju. Fleiri verða fréttirnar ekki í kvöld. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og nýjustu upplýsingar eldgosið og annað fréttnæmt má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. Takk fyrir samfylgdina helgina og sæla sinni.